Til máls tekur hv. 2. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ólöf Nordal. Virðulegur forseti. Spyrja má hvers vegna lagt fram vantraust á ríkisstjórn sem studd meirihluta þingmanna á Alþingi. Svarið augljóst. Ríkisstjórninni hefur, allt frá því hún settist af völdum, snemma á árinu 2009, mistekist ætlunarverk sitt þannig að með ólíkindum er. Allir þekkja hve mikið vandræðagangur hefur verið á málum stjórnarinnar. Hver uppákoman á fætur annarri. Eftir að hafa hlustað hér á ræður forsvarsmanna ríkisstjórnarinnar hér í dag, þá augljóst að þeir búa ekki í sama landi og aðrir Íslendingar gera. Það sem okkur íslenskum heimilum kreppir stöðugt að. Og það hagtölur sem hæstv. Fjármálaráðherra las upp og við skulum gleðjast yfir þeim árangri sem þó hefur náðst. Þær skila sér ekki því að íslensk heimili geti greitt þá reikninga sem þurfa að greiða hver mánaðamót. Og við vitum, af því að það hefur þegar verið boðað, að auknar álögur eru boðaðar á heimilin í landinu. Og svo á laugardaginn gerðist það, og það nauðsynlegt fyrir þingið að tala það, að Icesave-lögunum var hafnað í þjóðaratkvæðagreiðslu í annað sinn. Hið fyrra sinn með svo afgerandi hætti að það var beinlínis niðurlægjandi fyrir ríkisstjórnina. Nú á laugardaginn með töluvert miklu mun, þótt það sé alveg augljóst að þar var allt annað mál á ferðinni en það fyrra. Þarna að ræða lög sem við sem hér sitjum höfðum allflest samþykkt og greitt atkvæði með áður en þau gengu til þjóðarinnar. Hvernig má það vera? Hvernig má það vera að við tökum það ekki til okkar? Við getum ekki látið eins og ekkert sé. Ef Alþingi ætlar sér að vinna traust þjóðarinnar tilbaka, verður Alþingi að sækja það til þjóðarinnar í kosningum. Önnur afstaða vanvirðing við íslenskan almenning. Þjóðin talaði, gaf ríkisstjórninni rauða spjaldið, Alþingi verður að leggja við hlustir. En hér situr hrætt fólk, hrætt við kjósendur, hrætt við hagsmunaaðila, hrætt fólk sem hefur í hótunum, eins og hæstv. Forsætisráðherra gerði stöðugt í ræðu sinni hér áðan. Talar stöðugt fortíðina, stöðugt föst í eigin kreddum. Óttast hæstv. Forsætisráðherra kosningar? Óttast hún framgang síns flokks eða frammistöðu í slíkum kosningum? Óttast hún það svo mjög að Sjálfstæðisflokkurinn, sem hún nefndi svo ótal sinnum í ræðunni að það var ekki hægt að hafa tölu á, að hann hugsanlega næði árangri í kosningum? Hæstv. Forsætisráðherra hræddur við niðurstöðu kjósenda í kosningum hér? Við verðum að komast upp úr því feni sem við erum sokkin í, ganga til kosninga og kjósum það hvernig við viljum byggja landið upp til framtíðar. Þar fyrir utan löngu tímabært að fá úr því skorið hverjir það eru hér inni sem styðja þessa ríkisstjórn og hverjir það eru sem meta það svo að þeirra hjartans-málum sé betur borgið með þessa ríkisstjórn í stafni en að snúa sér til þjóðarinnar og fá hennar svar við því hvaða verkefni eru brýnust. Stuðningur við ríkisstjórnina byggður á sannfæringarkrafti að hún sé að gera rétt? Stuðningur við ríkisstjórnina byggður á því að henni sé að takast það hlutverk sitt að reisa við efnahag þjóðarinnar? Stuðningur ríkisstjórnarinnar byggður á því að henni hafi farnast vel og muni farnast vel í mikilvægum samningum og samskiptum við erlend ríki? Samningum sem gætu haft varanleg áhrif á íslenskt þjóðfélag. Kann þessi ríkisstjórn að forgangsraða verkefnum sínum og leggja ágreinings- og sundrungarmál til hliðar? Treystir þingheimur þessari ríkisstjórn til að verja brýna hagsmuni Íslands? Hefur komið á daginn að henni sé treystandi fyrir því? Hafa þeir þingmenn, virðulegi forseti, sem hér eru innan dyra og sitja í þeim flokkum sem standa þessari ríkisstjórn, sannfæringu fyrir því að svarið sé já við öllum þeim spurningum sem ég hér bar upp? Festa í stjórn landsins, spyr ég? Hagvöxtur að taka raunverulegan kipp? Þá ekki verið að tala þann lágmarkshagvöxt sem þarf til að halda okkur föstum á botninum, heldur raunverulega viðspyrnu. Til þess þurfum við 4–5% hagvöxt á ári nokkurt árabil. Það í kortunum?
Til þess að ná slíkum árangri þarf að fara í gríðarlegar fjárfestingar, bæði erlendar og innlendar. Og hvar eru merkin það? Ríkisstjórn sundurlyndis ekki sammála það frekar en annað. Er traust á milli ríkisstjórnar og aðila vinnumarkaðarins? Horfum við fram á aukinn kaupmátt? Er krónunum að fjölga í buddum landsmanna? Svarið við þessu öllu saman nei. Heimilin segja nei og búa sig undir frekari skattahækkanir og álögur af hálfu ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur. Niðurstaðan sú að glundroð í þjóðfélaginu, ríkisstjórnin ætlar í austur þegar þjóðin vill í vestur og það sem allra verst, ríkjandi stjórnvöld á Íslandi hafa tapað áttum og heyra ekki lengur hjartslátt þjóðarinnar og við því verður að bregðast. Það komið okkur, sögðu forkúlar þessarar ríkisstjórnar veturinn 2009, að skapa ró og frið í þjóðfélaginu. Við ætlum að byggja brýr velferðar og reisa skjaldborg heimilin. Við skiljum fólkið í landinu. Hvar eru allar efndirnar? Virðulegi forseti, hvað það sem ræður stuðningi við hugmyndir, við stefnur og við ríkisstjórn? Hversu miklu máli skiptir að halda liðinu saman og brjóta odda oflæti sínu í tilteknum málum, eða þá hitt, að skilja við grundvallarskoðanir sínar í tilteknum málum, tilteknum hjartansmálum, til að tryggja sæti annarra í ríkisstjórn? Eða það svo, eins og liggur í orðum yfirlýsingar hv. þingmanns Árna Þórs Sigurðssonar fyrr í dag, að það sé inni í myndinni hjá einhverjum að stuðningur við ríkisstjórn sé háður því að viðkomandi hafi tiltekin embætti undir höndum. Virðulegi forseti, hjarta okkar á þessari merku stofnun verður og á að slá með þjóðinni og við verðum að skilja hvað það sem hún kallar eftir. Ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur biður alltaf ófrið þegar friður í boði. Hún kallar alltaf fram ágreining þegar sú leið fær að leita sátta innan þings og meðal þjóðarinnar. Hún kýs ætíð fortíðarhyggju þegar framtíðin kallar. Ræða forsætisráðherra hér hæstvirts fyrr í dag dæmi það. Endalaus hræðsluáróður, endalaust tal fyrir ríkisstjórnir, endalaust tal fyrir stjórnmálaforingja sem löngu farnir úr þessum sal. Hæstvirtur forsætisráðherra fastur, pikkfastur í fortíðinni. Hún hlekkjuð við vonlausa stefnu og einstrengingshátt sem í engu skilar okkur áfram. Hverjir eru það sem styðja og trúa stefnu þessarar ríkisstjórnar? Eru það allir stjórnarliðar? Eru það einstakir þingmenn stjórnarandstöðunnar? Það verður að komast á hreint hvar línurnar liggja. Seint verður sagt að hæstvirtur forsætisráðherra tala af virðingu eða með trausti til stuðningsmanna sinnar eigin ríkisstjórnar, né heldur til pólitískra andstæðinga sinna. Gífuryrði stöðug hrein. Hún þarf stöðugt að smala köttum, segir hæstvirtur forsætisráðherra samstarfsmenn sína. Hér orðin viðtekin venja að tala órólegar deildir, villiketti og heimilisketti. Í sveitinni, þar sem menn kunna að smala og það þarf að sækja ketti, rjómaskálin sett á gólfið. Getur það verið að hér sé rjómaskálin sú að hlaða undir hagsmuni einstakra þingmanna til að berja þá til hlýðni? Og menn spyrja sig að því, virðulegi forseti, hvers vegna þingið nýtur ekki meiri virðingar? Alþingi þarf að setja framtíðina á dagskrá. Það verður ekki gert með þessa dauðvona ríkisstjórn fortíðarinnar. Hæstvirtur forsætisráðherra neitar að axla ábyrgð á nokkrum sköpunum hlut og æpir fortíðina. Þegar eitthvað bjátar á það alltaf einhverjum öðrum að kenna. Embættismenn ráðlögðu vitlaust, réðu vitlaust og svöruðu vitlaust. Ekki benda á mig, var sungið einu sinni,
og það söngur hæstvirts forsætisráðherra. Hæstvirtur forsætisráðherra sagðist hafa svarið veturinn 2009. Verkstjóri. Það þarf verkstjórn hér. Ég hann. Verkstjórn hæstvirts forsætisráðherra í molum. Það aðeins eitt svar til handa hæstvirtum forsætisráðherra. Það að segja sig nú þegar frá verkinu, leggja það í dóm kjósandi í landinu, leyfa íslensku þjóðinni að kjósa það hvernig hún vill haga stefnumálum sínum til framtíðar. Það verður að koma þessari ríkisstjórn frá og gefa íslensku þjóðinni kost á því að kjósa aftur.